Komið sælir og blessaðir, kæru fiskar. Þá komið að lestri fyrir Vatnsmörkin og þið eruð fyrstir í röðinni. Nú ætlum við að lesa varðandi sambönd eða samskipti, og þetta gæti átt við eitthvað samband í ykkar lífi sem þið eruð að spyrja eða velta fyrir ykkur. Það getur verið ástarsamband eða vinarsamband eða einhver samskipti sem að þið viljið vita nánari deili á. Og þetta eru spilin sem við ætlum að nota í kvöld og þá byrjum við bara. Jæja, kæru fiskar, hér eru fyrstu spilin ykkar. Hér virðist vera farin af stað einhvers konar tilfinningaleg opnun, kannski ást sem er að kvikna, eða einhver ný reynsla sem að hreyfir við tilfinningunum ykkar. Og þetta gæti verið eitthvað sem að er nú þegar hafið, það er að segja að þetta sé svolítið inn í því sem er liðið, inn í fortíðinni. Þetta gæti verið eitthvað sem þú varst búin að bíða lengi eftir, kæri fiskur. Eða eitthvað sem að þér finnst þú hafa átt skilið. Þetta gæti líka verið alheimurinn sem er bara velaunaði hérna fyrir já, það getur verið staðfesta þín eða þolinmæði þín sem hefur skilað þér þessu, eða að þú hafir staðið með sjálfum þér eða tilfinningunum þínum. En það er eitthvað hérna sem segir mér að ef til vill ertu ekki að taka eftir þessu. Þetta spil hérna bendir til þess að það er einhver að neita að horfast í augu við hlutina og er lokaður gagnvart því sem að er fyrir framan hann og er alveg augljóst. Ef að við leggjum þetta upp þannig að hér sé annan aðila að ræða, það er að segja aðra manneskju, þá sýnist mér að sú manneskja, henni líður ekkert allt of vel, henni líður eins og það sé verið að ganga fram hjá henni eða eins og þú takir ekki eftir henni. Það er einmanaleiki hérna, þetta spil Feeling Alone. Ef til vill var það þessi manneskja sem að rétti þér þessar tilfinningar hérna sem kviknuðu, eða olli því að einhverja tilfinningar fóru af stað á milli ykkar, en síðan er eins og það hafi orðið einhvers konar stöðnun. Það vantar hérna meira flæði og meiri grósku hérna á milli ykkar. Það gæti jafnvel verið að þessi manneskja sé búin að gefast upp, sé orðin þreytt á strögglinu við það að reyna að ná athyglinni, eða sé bara orðin þreytt á þessari stöðu í lífi sínu að vera sífellt einn eða ein eða einmanna. Þannig að hún hefur ef til vill bara kosið að leggja frá sér vopnin, langar með að segja, þó ég sjái nú engin vopn hérna, en þetta virðist vera barátta samt sem áður, því hún er að velja sér hérna baráttu og er að ákveða sig í hvað hún ætlar að nota orkuna sína. Og leið og þessi manneskja gerir það, þá er eins og hjólin fara að snúast og draumar hennar fara að rætast.
Hvort að þú verði partur af því, það er ekki alveg ljóst ennþá. Þú þarft þá allavega að horfa upp og sjá það sem að koma til þín. Ef þið vil trúir þessu ekki, þér finnst þetta kannski of gott til að vera satt. Og svo er ein útgáfa af þessu þannig líka, að því að nú er ég að lesa fyrir fleiri en eina manneskju, að þessi hlutverk gætu verið akkurat öfug. Það er að segja að það sé þú sem ert svona svolítið einmana og ert búin að gefast upp á lífinu þínu. En þú þarft ekki að örvænta því að það er eitthvað að fara að rætast eitthvað gott að koma inn í lífið þitt. Og það er óvænt á tilfinningasviðinu. En hér er ásinn og þetta er nýjan, þannig að það er að verða svolítið breyting á þeim málum. Við skulum bara halda áfram og sjá hvað kemur meira til okkar. Þú gætir hafa þekkt þessa manneskju í langan tíma. Það gæti náð jafnvel aftur í barnæsku. Þið hafið allavega búið til einhverja fallegar minningar sem er þessu valdandi að á milli ykkar ríkir í raun og veru mikill kærleikur og ástríða. Fortíðarhyggja gætum við líka sagt að einmanaleikinn sem að kom áðan tengist því að þú sért svolítið að horfa tilbaka eða hinn aðilinn sé staddur þar. Það er samt sem áður vísbending að þú sért að sigrast á hlutunum, að þú sért að uppskera það sem að þú hefur verið að vinna að. Og ef að það er ekki tengt ástinni eða rómantíkinni, þá gæti það líka verið bara hreinlega eitthvað í sambandi við vinnumál og einhverjum samböndum þar. Því að ef þú ert að vinna við það sem þú elskar að gera, þá getur ástríða þín legið þar í allavega í augnablikinu. Hefur orðið líka einhvers konar missir eða vonbrigði, þar sem að aftur er vísbending að fólk þurfa að horfa svolítið fram á veginn og meta það sem að þið eru með. Þetta getur átt við þig að í staðinn fyrir að horfa til fortíðar og hugsa allt sem þú hefur misst, að reyna að sýna þakklæti fyrir það sem þú hefur og byggja svolítið upp þar til framtíðar. Það er líka val að velja vitulega. Hinni manneskjunni getur þótt erfitt að þurfa að velja. Það gæti verið á milli þín og einhverjar annarra manneskju eða að velja leið í sínu lífi. Einhverja leið sem að verður henni til framdráttar. Og oft er það þannig þegar þú velur eitthvað eitt, þá þarftu að sleppa einhverju öðru. Og það getur líka verið þetta tilfinningalega tap sem við verðum að tala hér í þessu spili. Þessi manneskja þarf ef til vill bara að taka sér smá tíma fyrir hvíld og
aðeins að núlla sig út og fylla tankinn eða endurnýja sig. Áður en hún tekur einhverja mikilvæga ákvörðun. Ákvarðanir sem að hún hefur verið að taka í fortíðinni hafa líka kannski bara reynst henni erfiðar og tekið sinn toll. Þannig að það er ákveðin svona hvíld og ákveðið stopp í hennar orku akkurat núna. Ef að þetta er vinnutengt fyrir þig, þá er þetta vísbending að þú þurfir að endurskoða bara, ég skulum bara segja öll þín atvinnumál og gæta þess að eyða ekki orkunni þinni of, brenna kertið í báða enda, eins og við segjum. Ok, þetta er svona sambland af, þetta er svona bland í poka, myndi ég segja. Það eru mjög kröftuga tilfinningar hérna, mikill eldur sem er hérna brennur undir niðri, en síðan er líka svona tilfinningaleg sorg eða vanlíðan. En við skulum bara halda áfram og kíkja á næstu spil. Ok, greinilega tími hérna fyrir þig til að staldra eins við í lífið þínu. Taka þér pásu, kannski fara í frí. Það getur verið, eins og ég sagði áðan, varðandi atvinnu þína, en það getur líka bara verið að þú sért svona á leiðinni í nokkurs konar tilfinningalegt öngstræti. Ég vil nú ekki segja þrot, en að þú þurfir svolítið, já, ég talaði áðan að núlla þig út, að svona að gefa þér nýtt tækifæri, fá svolítið hreinskrifa blað fyrir þig þar sem að þú fyrst og fremst leitar svolítið inn á við, reynir að efla þig og styrkja þig andlega og finna svör innra með þér sem að þú hefur kannski verið að leita að á röngum stöðum. Þú þarf kannski að fara svolítið í æðruleysisgírinn sem að þýðir bara það að þú þarft að hætta að reyna að stjórna og vasast í málum sem að eru ekki þín mál. Þú þarft að breyta því sem að þú getur breytt í þínu lífi, þér til hagsbóta og láta allt annað vera. Þannig getur þau minnkað líka svona vinnumagnið þitt eða það sem að þú ert að fást við getur minnkað helming allavega. Síðan eftir þessa svona íhugun eða sjálfskoðun er komin tími til að byggja upp aftur. Og þó það sé ekki beint einhver vísbending hérna rómantík eða ást eða þannig samband, þá getur það samt verið partur af þessu að þú þurfi kannski að taka til í núverandi sambandi eða binda lausa enda á sambandi sem er lokið í þínu lífi til þess að hleypa síðan nýrri ást að. Og ert að klára kafla hérna, þess vegna segi ég þetta með lausu endana. Þú ert að ljúka ákveðnum verkefnum og þarft að sleppa tökum á þessu gamla. Ég veit að mér en að segja það, en það eru skilaboðin sem er að koma hérna til þín. Leyfðu þessu gamla að falla burt og búðu til pláss fyrir nýtt og enn betra.
Það er endurnýjun og uppbygging sem er svolítið að fara af stað hjá þér. Og þetta getur átt við aðra manneskju líka sem tengist þér, af því að við erum að tala hérna samband eða samskipti. Og þá sýnist mér bara að þið vera svona á svipuðum nótum og dálítið samstíga í því að sleppa gömlu og taka á móti nýju. Ef til vill eruð þið að klára þennan kafla saman sem ég talaði Þið eigið ef til vill einhverja sögu saman, eins og vísbendingin kom áðan að þið þekkist úr fortíð. Já, hefðbundin kennsla eða námskeið er partur af þessu fyrir einhverja ykkar, kæru fiskar. Þar sem að þið eflið sjálfa ykkur og takið í raun og veru svolítið stórstígum framförum hvað þroska ykkar varðar. Kannski er þetta einhvers konar andlegt námskeið sem að á eftir að reynast ykkur mjög vel. Ok, en höldum áfram. Margt fallegt að koma hérna inn til ykkar, kæru fiskar. Mikil birta, mikil ljós, hér fáið þið bæði sól og stjörnu sem hvort tveggja mjög jákvæð spil og falleg og bera með sér heilun og birtu og yl og jákvæða tilfinningar. Þannig að ég myndi segja að líf þitt svona á næstunni á ákveðnum sviðum fari að breytast til batnaðar og það er vegna þess að þú ert búin að vinna mjög vel. Þá vinnu sem að hefur þurft til. Það er ekki allt búið, þú átt eftir að taka hérna stórt skref sem að þú ert pínur hræddur við að taka, kæri fiskur. Ef til vill er það í sambandsmáli og þá ráðleggið er bara að fara þér hægt og meðan þú ert efins skaltu bara halda svolítið aftur að þér og meðan að það er þoka eða myrkur og þú sérð ekki alveg leiðina greiða, þá skaltu hinkra. Bíddu þangað til að þú sér hlutina skýrt, þá er það tákn fyrir þig að halda áfram. Þú átt eftir að taka hérna styrka stjórn á þínu lífi og þú átt eftir að finna út nákvæmlega hvað það er sem þú vilt. Það er mikil birta hérna í framtíðinni. Varðandi aðra manneskju, þá ber hún ennþá von í brjósti að hlutir muni ganga upp varðandi ykkar tengsl. Þegar að samskipti ykkar verða komin á það level að það verði komin jafnvægi á, þá fara hlutirnir að gerast. Það er að segja þegar þið báðir aðilar verði komnir á þann stað að þið geti verið samstíga og það hallar ekki á hvorugan ykkar, þá fara hlutirnir að gerast. Það þarf að sýna hugrekki til að láta hlutina ganga upp og eins og ég sagði áðan,
það þarf birtu til að sjá hvert þú vilt fara. En hugrekkið er alveg til staðar hérna og hjá ykkur báðum. Mikill kraftur og svona áræðni til að breyta hlutum. Og einhvers konar framkvæmdir sem að þú sérð fyrir þér að muni skila góðum árangri. Það geta verið efnislega framkvæmdir eins og eitthvað varðandi byggingamál eða breytingar á húsnæði. Fyrst og fremst eru hérna skilaboð það að þú sért að verða svona þinn eigin leiðtogi. Og það í raun og veru er kannski eitthvað púsl sem að vantaði fyrir þig. Ok, kæri fiskur, þetta er áfram mjög fallegt og bjart. Það er ekki ennþá neina sterkar vísbendingar í þessum spilum það sem við kallum ástarsamband. Þetta getur verið vináttusamband líka, sem að þú ert að spyrja eða ert með í huga. Nú eða, eins og ég sagði áðan, eitthvað tengt atvinnu. Því að mér finnst mjög svona, orkan sem kemur hérna er mjög praktísk. Ef til vill er þetta svona nokkurs konar platónskt samband eins og við segjum. Það er að segja ástarsamband sem er mestmegnis bara byggt á vináttu. Og þú veist það best hvers kyns þetta er, en ég tek hérna samt 2 spil, annað fyrir þig og hitt fyrir hinn aðilann í sambandinu, hver sem hann er. Þetta eru orkustöðvarspil og orkustöðin sem kom upp fyrir þig er þriðja augað eða ennistöðin. Þetta er svo spilar sem eru bara þessar 7 aðal orkustöðvar líkamans. Þriðja augað er orkustöð sem að tengist skynjun. Og það getur verið að skynjunin þín sé búin að eflast eða víkka út undanfarið eða að það sé framundan fyrir þig tími þar sem að þú ert að fara að skynja á annan hátt en áður. Með þriðja auganu skynjum við aðrar víddir og skynjum meðal annars yfir í þá vídd sem við köllum fyrir handan. Þannig að ef til vill ertu að fara að upplifa einhvers konar samskipti við aðrar víddir, önnur orkusvið heldur en nákvæmlega þetta harða efnislega svið sem líkaminn okkar og allir þessir beinhörðu hlutir eru í. Og ég þarf að minna þig á hérna að þú ert sál í líkama, en ekki öfugt. Ok, bara gott mál og það er gott að stunda hugleiðslu eða einhvers konar andlegar æfingar. Mjög gott að hafa einhvern aðila sem hefur vitneskju eða hefur reynslu af þannig málum til að stýra þér. En til að byrja með, ef þú ert óvanur hugleiðslu eða óvanur því að víkka út skynjun þína, þá mæli ég bara með að þú setjist hljóðlega og hlustir á róandi tónlist og reynir að horfa inn á við.
Það eru ótal æfingar líka sem er hægt að finna á netinu og víðar í bókum. Ok, hinn orkustöðin sem kemur hérna upp fyrir hinn aðilann er rótarstöðin. Þetta er fyrsta neðsta aðalorkustöðin okkar sem tengir okkur við efnið sem ég var að tala áðan. Tengir okkur við jörðina, tengir okkur við allt sem við þurfum til að vera fast tengd þessum efnislega heimi. Afkoman okkar, öryggið okkar, allt varðandi næringu er tengt rótarstöðinni. Og ef til vill er þetta spil að koma upp til að leggja áherslu á það að hinn aðilinn, að það skipti hann miklu máli að hafa öryggi. Þú nærð aldrei árangri heldur á andlega sviðinu eða varðandi skynjanir nema að rótarstöðin þín sé virk og í jafnvægi. Og þær allar 7 þurfa í raun og veru að vera í jafnvægi til að hlutirnir gangi vel. En rótarstöðin er mjög mikilvæg bara í öllu, varðandi allt í þínu lífi. Man er ráðlagt að jarðtengja sig áður maður fer út í daginn. Og ég get í raun og veru ekki farið mikið út í það hér, en það er mjög auðvelt að verða sér úti upplýsingar þetta. En þetta kemur inn á hinn aðilann í sambandinu, og ef að hinn aðilinn í þessu dæmi er atvinna þín, þá sýnir þetta bara hversu stóran sess í lífið þínu þetta öryggi skiptir þig. Já, ég tek hérna sitthvort spilið aftur fyrir þig og hinn aðilann eða hina manneskjuna. Þetta er svona hvað þið viljið segja. Hvað vilt þú segja við hina manneskjuna í lífið þínu? Og þú færð hérna spil sem heitir Girl with a Snake. Þetta spil talar einhvers konar svik. Kannski er þetta eitthvað sem að þú hefur upplifað og ert hræddur kæri fiskur, að upplifa aftur. Þetta spil bendir á óheilbrigð sambönd og það að vera notaður eða nota hinn aðilann, og að setja skýr mörk, hversu mikilvægt það er. Þannig að þú ert ef til vill brenndur af einhverjum gömlum sambandi og vilt að hlutirnir séu á hreinu varðandi það að þú farir ekki aftur inn í slíkt. Og þetta er sambandi á milli sjúklega sjálfhverfrar manneskju og mjög næmrar manneskju sem að lætur stundum gabba sig út í hluti. Og ef til vill ertu hræddur að þessi hinn aðili sé annar hvor hlutin af þessu. En hvað vill hann segja við þig? Hinn aðilinn gefur þér spil sem heitir Gilti spegillinn. Já, hér er aftur verið að tala þessu sjúklegu sjálfhverfu eða narsissisma, og það að ástin komi bara frá annarri hlið sambandsins en ekki hinni, og svo þetta sem á ensku er kallað love bombing, þegar að annar aðilinn hellir sér yfir hinn með
svona ýktum tilfinningum til þess að bæta upp fyrir eitthvað slæmt sem að hann ef þið vil gerði. Þannig að þið eru bæði þú og hinn manneskjan, með einhvers konar neikvæðar upplifanir, jafnvel að baki, eða neikvæð sýn á hvort annað. Getum ekki sagt þetta bara öðruvísi. Og það er kannski eitthvað sem að þið þurfi að skoða ef að þið ætlið að vera í sambandi eða hafa samband ykkar á milli, að skoða það og vera bara hreinskilin í umræðum það og athuga hvort þið getið unnið ykkur út úr þessu eða sannað fyrir hvert öðru að þið séu með ranga mynd af hvert öðru. Veit ekki alveg svolítið margar hliðar á þessu. En ef að þið hafi verið í þessum hlutverkum, þá er það náttúrulega bara hvorki heilbrigt né hollt og kannski bara kominn tími til að þið reynið að temja ykkur öðruvísi hegðun. Ég ætla að taka hérna önnur 2 spil. Fyrst, hvað vilt þú segja við hinn aðilann? Þú færð hérna dúfu. Einhver úr fortíðinni er að koma aftur. Væntanlegir endurfundir. Ok, the return stendur hérna. Já, það kom líka hérna áðan að þetta er einhver sem að þú þekkir. Þannig að hvort sem að þessi manneskja er að koma til þín eða þú til hennar, þá er greinilega eitthvað svoleiðis á ferðinni og vonandi er þetta með jákvæðum formerkjum, þessir endurfundir. Ég bara vona það þín vegna. Það sem hinn manneskja vil segja við þig, letting go, að sleppa tökum. Þessi tími er ef til vill búinn eða útrunnin stendur hér. Ok, þannig að kannski vill manneskjan bara setja punktinn hérna. Ef til vill út af neikvæðum samskiptum ykkar í fortíðinni. Það á eftir að koma í ljós. En svona heilt yfir, ef ég lít svona yfir spilin tilbaka, þá er greinilega ekki neitt fasta tengingu að ræða ennþá. Þetta er allt meira ennþá svona í einhverjum pælingum eða vangaveltum. Það þarf ekki að eiga við öll ykkar. En þarna fengum við kannski skýringuna á því hvers vegna hlutirnir hafa ekki náð saman. Ok. Svolítið sérstök lesning, kæri fiskur, en þetta er bara það sem að kom upp og ef til vill verður næsti lestur öðruvísi eða öðrum nótum, en það er allavega bjart framundan hjá þér, hvað sem öðru líður, og þú mátt alveg láta þig hlakka til hvort sem að það verður einhver önnur manneskja með þér í spilinu eða ekki. Að lokum færðu hérna eitt hjarta með vonandi einhverjum jákvæðum skilaboðum. Ok, hér stendur embrace, faðmlag. Í gegnum hvert annað finni þið púslið sem vantar. Af því ég var nú að tala púsl hérna áðan. Sem sagt, það sem ykkur hefur fundist vanta í lífi hvers annars, það finnið þið með ykkar tengingu í faðmlögum. Ok, þetta er bara jákvætt og fallegt.
umfaðma hvert annað. Heyriði kæru fiskar, ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að horfa og hlusta. Vona að þið hefur fundið eitthvað sannleikskorn í þessum lestri eða allavega þá haft gaman á honum. Og ég óska ykkur alls hins besta, ljós og kærleikur.